ætlum að fjalla núna kafla 4.4 í glósunum, 4.4 í Adamsenda líka, vaxandi og minnkandi föll. Og við ætlum sem sagt að skoða hvenær er fall vaxandi og hvenær er það minnkandi, fyrir hvað x er það vaxandi og fyrir hvað x er það minnkandi ef þetta er fall af x. Og við byrjum að fletta bara hérna upp í glósunum og sjáum hérna að það er skilgreining á hvað við meinum með að fall sé vaxandi og stranglega vaxandi. Og að kemur ljós að stranglega vaxandi er í raun og veru það sem við hugsum þegar við erum að hugsa vaxandi fall. Og við erum með skilgreiningu á minnkandi og stranglega minnkandi. Og svo erum við með hérna reglu sem að segja okkur hvernig við eigum að ákvarða hvort fall sé vaxandi eða stranglega vaxandi. Og þetta dettur allt út úr allt bein afleiðing af meðalgildisetningunni og við ætlum að sjá það eftir hvernig. Byrjum bara á að reyna að lesa hérna skilgreininguna saman. Við erum með hana hérna og við segjum, ok, við byrjum á að skilgreina að við séum með eitthvað fall f og það er skilgreind á einhverju bili i. Sjáðu, df er formengi fallsins, það er alls staðar sem er skilgreind og i er bara einhver hluti af því bili þar sem það er skilgreind. Þannig að við erum með f og það er skilgreind á bili i og jafnvel á fleiri stöðum. Þá segjum við, f er vaxandi á i ef að þegar við tökum tvö stök þar sem það er skilgreind, x1 er minni en x2, þannig að við erum hérna er x1 og hérna er x2. X1 er bara minni en x2, það þarf ekki að vera svona langt á milli, það má alveg styttra á milli. Að þegar við tökum tvo svona punkta, þá erum við með að f af x1 er minna eða jafnt og f af x2. Þannig að f af x1, segjum að það sé þetta úrslagildi, er minna eða jafnt og f af x2, þetta hérna gildi. Þá segjum við að fallið sem sagt sé vaxandi. Ok, en sjáðu að því að það stendur minna eða jafnt og, þá mætti seinna gildið alveg vera jafnt, það mætti alveg vera hérna. Ok, bæti hérna ofan í með svörtu svo að sjáast betur. Þannig að ef ég er með fastafallið, sem er bara lárétt lína, þá er þetta vaxandi fall samkvæmt skilgreiningunni. Af því að f af x1 er minna eða jafnt á f af x2 fyrir öll x á þessu bili þarna. Af því það eru nefnilega jöfn. Aftur á móti, ef við erum að tala stranglega vaxandi, förum við í næstu línu hérna fyrir neðan, segjum stranglega vaxandi á þessu bili, þá þegar ég tek tvo svona punkta, þá verður fyrra gildið f af x1 að vera strangt minna en f af x2. En þetta hér myndi ekki ganga, af því þau eru jöfn. Þetta seinna gildið, fallgildið mitt hérna í seinni punktinum, þyrfti að vera stærra. Þannig að stranglega vaxandi er oft það sem við höfum áhuga á. Stundum er bara nóg að sé vaxandi, en stranglega vaxandi er oft það sem við höfum áhuga á. Og svo samanskapi þá er skilgreiningin á minnkandi og stranglega minnkandi og það er alveg eins nema bara í öfuga átt. Þannig að ekki í staðan fyrir að seinna gildið sé stærra, þá er það minna eða minna jafnt og. Ok, þessi setning segir okkur samt ekkert, eða þessi skilgreining, hún segir okkur ekkert samt hvernig við, þetta er ekki mjög praktist í því að finna þegar við fáum að gefa eitthvað fall, hvort það sé stranglega vaxandi eða stranglega minnkandi. En þá hjálpar næsta setning og við skulum skoða hana saman. Ok, kemur regla 4.4.1 og hún segir, ef við erum með fall sem er diffranlegt, þannig að við erum hérna með diffranlegt fall á einhverju opnu bili, munum við tölum alltaf diffranleika á opnu bili. Og ef við getum þess að diffrafallið, þá getum við notað afleiðuna til að ákvarða hvort fallið sé vaxandi eða stranglega vaxandi, minnkandi eða stranglega minnkandi. Og setningin segir, reglan segir, að ef að f af x afleiðan er stærra eða jafnt á 0, fyrir öll x á þessu bili, nú þá er f vaxandi á þessu bili. Hins vegar, ef afleiðan er strangt stærra en 0, ekki stærra eða jafnt og heldur strangt stærra, nú þá segjum við að fallið sé stranglega vaxandi á þessu bili. Og svo á móti, ef afleiðan er minna jafnt á 0 eða ef hún er minna en 0, þá erum við með fallið sem er minnkandi eða stranglega minnkandi. Þannig að þarna erum við komið með eitthvað tæki, við getum diffrafallið, við getum gáð hvernig er afleiðan mín stærra en 0, hvernig er hún minna en 0, það segir mér hvort fallið mitt sé vaxandi eða minnkandi á einhverju bili. Og aðeins áður en við tökum dæmi sem við ætlum að gera, þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta er bein afleiðing af meðalgildisetningunni. Nú, meðalgildisetningin segir þetta að ef f er samfellt og diffranlegt,
og við þurfum að tilgreina hvar það er samfellt og diffranlegt. Segjum það sé samfellt á lokaða bilinu frá A til B og diffranlegt á opna bilinu frá A til B. Uppsetningin er ekki til fyrirmyndar en við leiðum að gera þetta hérna í myndbandinu. Þá er til C á opna bilinu frá A til B. Þannig að afleiðan í þessum punkti er f af b minus f af a deilt með b minus a. Ok, sem sagt, ég er klárlega að skoða bil þar sem a er minna en b. Því þannig bil erum við alltaf að skoða. Við viljum alltaf í bilunum sem við erum að skoða að a sé minna en b. Ok, þannig að ég veit að þessi tala hérna, b mínus a, hún hlýtur að vera pósitív. Af því að b er stærri en a. Ok, þannig að draga eitthvað minna frá. Ok, þá hérna, upp á striki, þá eru tveir möguleikar. Það er annars vegar, f af b mínus f af a er stærri en 0, sem sagt f af b er stærri en f af a, og segja ef að seinna gildi í seinna punktinum er stærra en gildi í fyrri punktinum, seinni punktinum b, fyrri punktinum a, þá er þetta stærri en 0. Nú þá að því að þetta sem er undirstriki hérna, það er stærri en 0 alltaf, þá formmerkið fyrir þetta hérna, ef þetta er plústala hérna, nú þá er afleiðan plústala. Sjáðu, ef f af b er stærri en f af a, þá er afleiðan plús. Það er afleiðan hérna plús. Og þetta er nákvæmlega sem stendur hérna. Við skilgrindum að þegar þetta gildir, að f af b er stranglega stærra en f af a, sem sagt í seinni punktinum er gildið hærra en í fyrri punktinum, að þá er ég með fall sem er stranglega vaxandi og þá passa við að þá er þetta hér stranglega stærra en 0. Þannig að stranglega stærra en 0 hérna, það þýðir ég með stranglega vaxandi. Nú, hins vegar ef þetta er stærra eða jafnt á 0, þá verður þetta hér stærra eða jafnt á 0, af því að formerkið á þessu hérna sem er upp á striki fylgir algjörlega formerkinu á þessu hérna, eða öfugt í raun og veru. Við erum að nota röksemdafærsluna í náttúruna, gildir auðvitað í báðar áttir. Og þá erum við með eitthvað sem er stranglega, sem er vaxandi, ef að þetta jafnaðarmerki bætist við hérna. Þannig að formerkið á þessum í meðalgildisetningunni fylgir algjörlega formerkinu á þessum hérna og þess vegna getum við út frá afleiðinni sagt eitthvað hvort fallið sé stranglega vaxandi eða stranglega minnkandi. Bara svona út frá skilgreiningunni. Svo vitum við náttúrulega afleiðin að segja okkur eitthvað hallann og ef hallinn er pósitífur þá erum við á leiðinni upp og ef hallinn er negatífur þá erum við á leiðinni niður. Ok, við skulum pröfa að sjá, þetta var svona bara óformlegt spjall sönnunina á þessu. Og þetta leiðir algjörlega af, maður getur sýnt þetta beint með meðalgildisetningunni. Ok, við skulum taka nokkuð dæmi. Við skulum reikna svolítið. Ok, segjum að okkur sé gefið fall f af x sem er x í þriðja mínus 2x í öðru pluss 2. Og við viljum finna hvar er þetta fall stranglega vaxandi og hvar er það stranglega minnkandi. Ok, þegar ég segi hvar er það stranglega vaxandi og hvar er það stranglega minnkandi, þá á ég við fyrir hvaða x er það stranglega vaxandi og fyrir hvaða x er það stranglega minnkandi. Það er ekki þannig að fallið sé stranglega vaxandi í HR en ekki stranglega vaxandi á Akureyri. Við ætlum að finna bara fyrir hvaða x er það stranglega vaxandi og fyrir hvaða x er það stranglega minnkandi. Svona er þetta bara oft orðað. Nú, við notum setninguna og við segjum, ég diffra. Af því afleiðan hún er lykillinn, hún er að fara að segja mér eitthvað hallatöluna. Hún er að fara að segja mér hvenær fallið er stranglega vaxandi og hvenær er stranglega minnkandi. Ég diffra 3x í þriðja mínus 2x í öðru pluss 2, ég fæ 3x í öðru mínus 4x. Ég sé strax ég get tekið x út fyrir sviga og fæ 3x mínus 4. Og nú þarf ég bara að spá í hvenær er þetta stærri 0 og hvenær er þetta minni 0. Og þegar ég er að gera það þá spá ég alltaf fyrst í hvenær er fallið mitt jafnt á 0. Það er 0 í 0. Og þetta hérna er 0 þegar x er 4 deilt með 3. Sjá að við setjum 4 deilt með 3 inn og fá þetta 4, mínus 4 það er 0. 4 deilt með 3 er hér. Afleiða minn 0 hér og hún 0 hér. Leið ég veit hvar hún er 0, þá get ég aðtöga hvar hún er, sett bara inn einhvern punkt þar á milli.
núlgildana til að sjá hvort hún sé pósitív eða negatív þar. Og ég pröfa að setja inn 1 af því það er minna en 4/3 og stærri en 1. Við setjum 1 hér og 1 hér. Þá fæ ég einu sinni -1, þannig að það er mínustala. Svo setja ég inn einhverja tölu sem er stærri en 4/3, segjum 10. Þetta verður plústala og þetta verður plústala, þannig að hér er plústala. Og svo get ég sett inn einhverja tölu sem er minna en 0, segjum -1, því ekki það. Ég er með -1 sinnum og hérna fæ ég -3, -4. Þannig að ég fæ margfeldi af 2 mínstölum, ég fæ eitthvað sem er pósitíft. Og þá teiknar maður oft inn á myndina hérna, inn á þessa formerkjamynd sem ég er búin að búa til, formerkjatöfluna. Fallið sjálft, F, ekki afleiðan sem teldur bara F, er vaxandi, svo minnkandi og svo vaxandi. En við þurfum að skrifa niðurstöðuna. F er stranglega vaxandi. Fyrir x á bilinu, mínus óendanlegt og upp í 0 og ég hef ekki 0 með af því að ég er í stranglega vaxandi og ég frá 4/3 upp í óendanlegt. Svona. Þetta er hægt að segja að fallið sé stranglega vaxandi alveg upp í 0 en við er svona típist skrifum þetta svona. F er stranglega vaxandi. Við getum bara ekki sagt það út frá setningunni sem við vorum með. F er stranglega minnkandi fyrir x á bilinu 0 og upp í 4/3. Þessi hérna bili var að minnkandi. Og við erum búin að ákvæða hérna hvernig það er stranglega vaxandi og hvernig það er stranglega minnkandi. Nú, við skulum pröfa bara annað dæmi. Við viljum sýna að x sé stærri en sínus af x fyrir öll x á bilinu 0 til 1. Og pröfum bara fyrst að gera þetta með meðalgildisetningunni, af því við erum nú líka að læra hana núna. Þá getur ég sagt, ok, að sýna þetta er það sama og sýna að x mínus sínus af x sé stærri en 0. Þannig ég bý til fall f af x sem er x mínus sínus af x. Ég sé að þetta fall er samfellt. Á lokaða bilinu frá 0 til 1 og sannarlega fyrir allar rauntölur, en nú erum við bara að spá í þetta bil og diffralegt og ég sé það vegna þess að þetta er búið til úr marglið og sínus og við þekkjum þessi tvö föll, þau eru samfelld og diffranleg. Þau eru nýbúin að kynnast þeim, betur allavega. Og þá veit ég, samkvæmt meðalgildisetningunni, við getum ekki alveg skamsið þetta MGS af því það var eins og milligildisetningin, en þá getum við bætt við E-inu og þá veitum við hvað þetta er. Þá er náttúrulega eiginlega komið að vanta bara aðeina upp á megas, þannig að getum bætt við, en þið veitum, þarf ekki. Þá er til C á opna bilinu frá A til B, sem sagt 0 til 1. Þannig að afleiðan í punktinum C sé f af 1 mínus f af 0 deilt með 1 mínus 0. Nú, ef þetta gildir á öllu þessu hérna bili, þá gildir þetta líka á einhverju bili, og maður sé alltaf að skrifa aðeins með lit, á einhverju hlutbili af þessu. Þannig að ef ég má skipta hérna, ef ég skipti þessari tölu hérna út fyrir x og segja x er einhver tala minna eftir 1 og stærri en 0, þá er ég með bara einhver hluta af bilinu frá 0 til 1, af því ég tek bara einhverja tölu sem er á milli 0 og 1 hérna. Og þá get ég skrifa hérna í staðinn fyrir 1 hér og 1 hér, get ég skrifa x hér og x hér. Þetta hlýtur að vera satt. Ef þetta gildir á öllu bilinu frá 0 til 1, þá gildir þetta líka á einhverju bili sem er minna en bili frá 0 til 1. Og nú skulum við pröfa að setja inn í þetta. Ef ég diffra f, svo gerum það hérna, f diffra er 1 mínus kósinus af x, sínus diffra er kósinus. Þannig að afleiðan í C, til að setja hana hérna inn,
Hún er 1 mínus kósinus af c. Það er jafnt og f af x mínus f af 0. Hvað er aftur f af x? Það er x mínus sinus af x. Og f af 0 er 0. Það því að ég set 0 hérna og 0 hérna, fæ ég 0. Deilt með x mínus 0 eða bara x. Svona. Og þetta get ég umskrifað í 1 mínus sinus af x deilt með x. Af því að x deilt með x er bara 1. Og þá get ég tekið út hérna dregið frá ásinn og ég get margfaldað með mínus 1. Þannig að hérna stendur kósinus af c er jafnt og sinus af x deilt með x. Ok. Ég get umskrifað þetta pínulítið með að margfaldað með x. Þá stendur hérna sinus af x er jafnt og kósinus af c sinnum x. Ég margfaldaði gegn með x. Og nú horfum við að þetta og hugsa og byrjum við, stundum þarf maður aðeins að rifja upp hvað ætlaði maður eiginlega að gera. Við ætluðum að sýna að x væri stærra en sinus af x. Ok, förum við aftur hérna niður. Þannig að spurningin hér er x stærra en sinus af x. Sem sagt, er þetta stærra en x? Ef ég get sýnt þetta, þá er ég búin að sýna að x er stærra en sinus af x. Og ég ger það með að sýna að kósinus af c sinnum x sé örugglega minna en x. Af hverju veit ég að það gildir? Okay, ég þarf að rökstyðja þetta hérna. Nú, hér er x og hér er x. Hvað vitum við um x? X er stærri en 0. Þannig að ef ég þegar hérna að margfalda með einhverju tölu, þá er ég semst að minnka x-ið hérna. Er það rétt? Hugsum okkur, hvar erum við stödd? C er á bilinu 0 til 1. Og ég er með kósinus. Kósinus er alltaf einhvers staðar á milli mínus 1 og 1. En sérlega hérna á þessu bili, þá kósinus hérna, ég er einhvers staðar hér. Þannig er einhvers staðar á milli 0 og 1. Ég má ekki vera í einum. Ég er ekki með 1. Kósinus getur ekki verið 1 vegna þess að 0 er ekki með hérna. Og svo er ég einhvers staðar fer ég ekki alla leið niður í 0 hérna. Hér á myndinu minni. Þannig að kósinus c er einhvers staðar á milli 0 og 1. Þannig að þegar ég margfalda með kósinus c við x-ina sem er pósitíftala, nú þá hlýt ég að fá eitthvað minna en ef ég margfalda ekki með þessu tölu. Þannig að við segjum út með krassið. Þetta hér gildir því fyrir er kósinus af c á milli 0 og 1. Ok, ég er búin að sýna að sinus af x er minna en x fyrir öll x á bilinu 0 til 1. Ok, þetta var með að nota meðalgildisetninguna bara beint. Við getum líka sýnt nákvæmlega sama hlut með því að nota þetta með stranglega vaxandi og stranglega minnkandi fel. Þannig að við förum bara hérna upp aftur og segjum, ok, hvað er dæmið mitt? Það er að ég á að sýna að x er stærri en sinus af x fyrir öll x á bilinu 0 til 1. Ok, ég sagði það er það sama að segja x mínus sinus af x er stærri en 0, þannig ég bjó til þetta eina fall. Nú skulum við sjá. Tökum út hérna það sem ég ætla ekki að nota. Ég ætla ekki að nota meðalgildisetningunni í þetta skipti. Ég ætla að nota afleiðingu af meðalgildisetningunni. Nú sé ég hérna að vegna þess að ég er á bilinu 0 til 1, x-ið mitt hérna er á bilinu 0 til 1, þá er f diffrað af x örugglega stærri en 0. Ok, aftur, hvers vegna gildir það? Vegna þess að á þessu hérna bili, þegar x er á bilinu 0 til 1, þá er kósinus af x einhvers staðar á milli 0 og 1. Það getur sérlega ekki orðið 1 af því að x má ekki vera 0 og aftur við erum hérna á myndinni. Við erum einhvers staðar hérna 0 og hér er 1, segjum það. Þá erum við einhvers staðar hér á þessu bil á fallinu mínu. Þetta er 1 munið hérna fyrir kósinus.
Ok, þannig að við erum einhverstur á milli 0 og 1 hérna á austanásnum, kósins og x einhverstur á milli 0 og 1, þegar x er á milli 0 og 1, það þýðir að þessi hérna tala er minni en 1. Við fáum sérst eitthvað sem er stærra en 0. Ok, þannig að f merkt er stærra en 0, svo f er stranglega vaxandi. Ok, það eitt og sér segir okkur ekki að fallið sjálft sé stærra en 0. Það var það sem ég vildi sýna. Við förum inn að segjum, þetta var það sem ég byrjaði með, ég umskrifaði þetta hér, sem ég umskrifaði bjó til hérna fall f af x og ég vil sýna að fallið mitt sé alltaf stærra en 0. Ég er búin að sýna að fallið mitt sé stranglega vaxandi, en það þýðir ekkert endilega að sé stærra en 0. Ef ég get til dæmis verið með þetta hér fall. Það vex og vex og vex og fyrir alltaf nær og nær 0, en það er alltaf neikvætt. Það er ekkert endilega pósitíft. Nú, þetta fall sem ég er með er ekki þannig, en hvernig get ég sýnt fram á að þetta sé út frá afleiðinu, sé þetta út frá því það sé stranglega vaxandi, sé það stærri 0? Já, við getum skoða hvernig er fallið í fyrsta punktinum, í 0-inu. Hvernig er f af 0? Og það er 0 mínus sínus af 0. Það er sem sagt 0. Þannig að fallið mitt byrjar hérna í 0-inu, þegar x er 0 þá er fallið 0 og svo vex það eftir það. Þannig að þá er ég komið með þetta. Svo öll f af x er þá stærri en 0 þegar x er stærri en 0. Það var 0 í 0 og svo óx það, þá hlýtur að vera eitthvað sem er meira en 0. Sem sagt, sínus af x mínus x, öfugt, x mínus sínus af x er stærri en 0, sem sagt x er stærri en sínus af x fyrir x á bilinu 0 til 1. Ok, annars notum við beint meðalgildisetninguna og svo notum við afleiðingu af meðalgildisetningunni með að skoða bara stranglega vaxandi og stranglega minnkandi. Bæði eru ljómandi fína leiðir. Pröfum eitt dæmi í viðbót áður en við hættum. Sem sagt til að maður skoða f af x eftir x í þriðja. Nú, munið hvernig við skilgreinum stranglega vaxandi fall. Ef við tókum 2 gildi, a sem er minni en b, þá átti að leiða því að f af a væri minni en f af b. Það er skilgreiningin á stranglega vaxandi. Alltaf ef við tek 2 gildi, þá á fallið að vera stærra í seinna gildinu. Og sjá nú hvort þetta gildi hérna fyrir x í þriðja. Það eru með a minni en b, gildir þá að a í þriðja sem minni en b í þriðja. Og svarið er já, ef við setjum stærri tölu í þriðjaveldi, þá fæ ég eitthvað sem er stærra. Þannig að fallið mitt er sem sagt stranglega vaxandi. Ok, f er stranglega vaxandi. Pröfum núna afleiðuregluna sem við vorum að læra. Pröfum að diffra. Þá fáum við 3x í öðru. Við sjáum að ef x er 0, þá verður afleiðan 0. Þannig að afleiðan er bara stærri eða jafnt á 0. Svo samkvæmt setningunni, samkvæmt reglu 441, er f stranglega, ekki stranglega, heldur bara vaxandi. Ok, er þetta þá mótsögn við það sem stendur hérna fyrir ofan? Og svarið er nei, vegna þess að fallið er, ef það er vaxandi, ef það er stranglega vaxandi, það er sterkari krafa heldur en það sé vaxandi. Þannig að öll fall sem eru stranglega vaxandi eru sannarlega líka vaxandi. Þannig að þá ef ég er búin að álykta hér að það sé vaxandi, þá getur það í raun og veru alveg líka verið stranglega vaxandi. Sjáum aðeins hvað gildir hérna. Við erum með afleiðun okkar. Hún er 0 í 0. Ef við setjum tölu sem er stærra en 0 í afleiðuna, fæ ég pósitífa tölu. Og ef við setjum tölu sem er minni en 0, þá fæ ég líka pósitífa tölu. Þannig að fallið mitt hérna,
það vex og svo heldur það áfram að vaxa. Þannig að fallið mitt er stranglega vaxandi. Við gætum búið til nýja hjálpasetningu hérna sem segði ef merkta vex er stærri en 0 á bili I nema fyrir eitt gildi þar sem afleiðan væri jafnt á 0, þá er fallið stranglega vaxandi. Og nú segi ég nema fyrir bara eitthvað eitt gildi. Fallið má sem sagt vera, afleiðan má sem sagt vera 0 í einhverju einu gildi. Og það þýðir að ef ég geti alltaf bara bútað fallið mitt niður í minni bil og fundið þar eitt gildi þar sem þetta er 0. Þannig að það væri allt í fína lagi þá við væri með annað fall og það væri aftur 0 hérna. Það fyrir ekki hérna þyrfti að vera einhver önnur tala stærri 0. 10 eða eitthvað. Og svo væri aftur pluss. Þetta fall væri líka stranglega vaxandi. Við getum ekki sagt að beint út frá setningunni eða reglunni sem við vorum með, en það gildi sannarlega. Þannig að það er heldur engin mótsögn vegna þess að öll föll sem eru vaxandi eru sannarlega líka stranglega vaxandi og við hérna getum bætt við hér. Það er stranglega vaxandi. Því f merkt er stærri en 0 fyrir öll x sem er ekki 0. Þannig að það er einn punktur þarna og f merkt í 0 er jafnt á 0. Þannig að við getum sagt afleiðan varð aldrei negatív. Það væri miklu betri leið til að segja þetta hérna. Ef við segjum f merkt af x er aldrei minna en 0. Svo fallið er stranglega vaxandi. Ok, rýnum nú aðeins í hvort þetta var betri leið til að segja þetta. F merkt er aldrei minna en 0. Hvað með fall þar sem afleiðan er alltaf jafnt á 0? Ef afleiðan er alltaf jafnt á 0, þá get ég verið með svona lárétta línu bara. Ok, hérna er ég með að afleiðan er alltaf jafnt á 0. Þetta er sannarlega ekki stranglega vaxandi fall. Það er vaxandi. Þetta gengur ekki. Það þarf að vera þannig að það má bara koma fyrir í einstaka punktum að afleiðan sé 0. Þessi einstaka það meina bara í einhverjum punktum. Þeir mega vera margir. Það verður að vera, afleiðan verður að vera strangt stærri 0 nema í þessum punktum þar sem afleiðan er 0. Já, þannig erum við komin út í svolítið smádrið en samt eitthvað sem skiptir máli að geta gert. Þannig að svolítið svona sértilfelli. Þannig að þessi hérna gekk ekki. Við klikkuðum á þessu þarna. Sem skiptir máli að vera nákvæmur þegar maður er að skilgreina hlutina. En fyrst og fremst þá ætlum við að nota og nú datt hún út hana. Ætlum við að nota þetta með afleiðina. Setningu reglu 441. Með afleiðina þegar hún er stærri en 0 og stærri eftir 0 og svo tökum við út sértilfellin eins og fyrir x og í þriðja og dílum sérstaklega við þau. Okay, þannig að það er að mörgu huga eins og þið sjáið. Segjum þetta gott hér og næst ætlum við þá að fjalla hvenær við fáum hágildi og lággildi, sem sagt útgildi í föllum.